Komið sæl, ég heiti Kári Friðriksson og hann Ólafur hér, hann bað mig að koma og syngja nokkur lög fyrir ykkur. Ég tenorsöngvari og kann syngja tenorsöngvari. Þessi maður, hann vissi ekki einu sinni hvað ég ætlaði að syngja, en fyrsta lagið ég heimsfræga Ó Sole Mio, sem eitt frægasta dægulag Ítalíu, verður að segja Presley Stalli. It's now or never á ensku, já. Þetta áskarlag. Og við byrjum bara á því. Þetta karaoke sem ég keypti nú á netinu. Sinfoni og hljómsveit, 60 manns að spila. Vonandi. Che bella cosa, dai ornato sole, Maria serena, la tempesta, bell'aria fresca, aretiana fresca, che bella cosa. Quando fa notte, o sole se scende, ne viene quasi malinconia. Sotto a finestra, poi a restare lì. Quando fa notte,
að segja neinum nema þess að pantaði sko einu af frægustu aríunum, þessi glaði, þetta er ekki þessi glaði, hún fjallar, og það er maður ríkur og frægur og hann ræður, hann sefur hjá mörgum konum. Má bakka aðeins, ég myndi fallegri fjallar. Og þetta hefur óperunni Rigoletto, heitir La Donna Mobile, ég veit það. Það er bara ósögðu mjög La Donna Mobile og síðast aðeins er mjög fræg. Það var bara að byrja þessi, La Donna. La donna mobile, qua più male vento, muta l'accento e di pensiero, sempre una amabile, leggiadro viso, in pianto mio riso e menzognero. La donna mobile, qua più male vento, muta l'accento chi lei s'affida, chi le confida, malcauto il cuore, pur mai non sentesi felice appieno, chi su del seno non viva amore. La donna è nobile, come l'umore venico, muta l'accento e di pensier, Þetta sem sagt var hrokakíkurinn og, kallremdu kvikítið Hectorinn, Rigoletto. Þetta var mikil saga og það stóð til að drepa hann, en stelpan sem hann hefði sem sagt farið illa með, hún kom því þannig fyrir að henni tókst að það kom að sjálfa sér í stað, dögbúið sér sem hún var drepin. Mjög erfitt. Síðasta arían hafið ekkert að hlusta á fótbolta undirbúning. Það var leikurinn byrjun. Þetta sko, ég ætla að skýrta þessu. Þessi aría er óperunni Turandot. Hún var hugsanlega lesbía, eða eitthvað illa við karlmenn. Hún sagði, hún sór, hún giftist ekki neinum prinsi sem gæti ekki ráðið 3 erfiðar gátur. Og þegar það er komið sögunni, þá er að fara að höggva hausinn á einum, nr. 27. Þá kemur einn náttúrulega vitlaus prins og sétleysi svona. Hann er svo vitlaus að hann reynir á gátunar. Samt var ekkert það vitlaus, hann náði að ráða gátunar. Og hún fór í fílu. Þá lofaði því að ef hún myndi ekki ráða eina gátu, þá mætti hún bara auka honum hausinn. Þyrfti hún ekki að giftast honum. Og það var bara hvað hann heitir. Því hann var svona flóttamaður. Og sem sagt, hann er hann að bíða til að sólin komi upp. Hún sendir allast að reyna að leita einhverjum sem að veit hvað hann heitir. Þetta. Messum dorma því enginn sér. Að hann er að segja messum dorma. Svo sagði hún enda vel nema að deyja fullt af fólki. Prinsum og svona. En sem sagt, þetta er einn frægasta óperunni.
Hej,